Jæja, kæru vinir, velkomin á fyrsta fræðslufundinn. Í útvarpinu á leiðinni var Sara Vaughan að syngja The September Song, og það er september og það er fyrsti fundurinn. Og hún Sólveig Bjarnadóttir ætlar að byrja fyrst og tala tilfelli og svo tekur Runólfur Pálsson við og ætlar að tala eilífa verkefni okkar lyflækna, hyponatremíu, sem er alltaf jafn heillandi í hvert skipti sem við sjáum það. Sólveig, gjörðu svo vel. Já, hæ. Ég ætla að kynna fyrir ykkur stutt tilfelli af deildinni sem kom inn í vikunni. Þetta er sem sagt, þetta er sem sagt 87 ára karlmaður sem kemur á bráðamóttöku vegna svima, slappleika, lystarleysis, ógleði og uppkasta. Og þetta er raunin þannig að hann hefur ekki haldið neinu niðri í 2 sólarhringa. Maðurinn er almennt hraustur, hann er með sögu vægan kransæðasjúkdóm, blóðfituröskun og háþrýsting og hann tekur fá lyf eins og þið sjáið. Og það sem kannski bara ber helst að nefna varðandi það er að núna í sumar þá er búið að vera minnka skammtana á atenolol og Imdur vegna lágþrýstings. Við komum á bráðamóttökuna, þá reynist maðurinn vera orþóstatískur, þannig að hann fellur niður í 70 í slagpælisþrýsting þegar hann stendur upp og hann er með lækkun á natrium 127. Þannig að hann er lagður inn á deildina og til þess að komast eitthvað áfram með þessa hyponatremíu þá þurfum við það að meta vökvaástand. Og hann er búinn að vera að kasta upp, er ekki haldið neinu niðri í 2 daga, þannig að hann er klínískt þurr. Það er ákveðið að gefa manninum vökva. Hann fær ísótónískan vökva en svarar því í rauninni lítið. Hann er bara áfram að slappast. Natrium heldur áfram að lækka og kom niður í 124. Hann hafði samt svarað vökvagjöfinni að því leyti, hann er ekki lengur þurr. Og rauninni orðin bara komið með eðlilegan vökvastatus og það eru gerðar þvagmælingar hjá honum og kemur í ljós að þvagosmólalitetti er svona 500 sem að þýðir þá hann er ekki að þynna þvagið eins og hann ætti verið að gera og líkaminn virðist vera að halda í vatn. Og þá vaknar þessi grunur að það getur verið síat hjá honum. Og það er svona byrjað að meðhöndla það, sett inn vökvatakmörkun en áfram bara svara hann lítið. Hann er bara verður slappari og farin að liggja meira og minna fyrir á deildinni. En áður en við getum endilega sett þessa greiningu síat þá þurfum að gera ákveðna mælingar og útiloka þessi skortur á kortisóli og skjaldkirtilshormónum og það er mælt og það er eiginlega bara nákvæmlega það sem er að manninum. Þið sjáum að hann er með verulega lækkun á kortisól, skjaldkirtilshormónin eru líka bæld og þegar við förum að mæla þetta að vinna þetta upp frekar þá er líka lækkun á kynhormónum og aðeins svona væg prólaktinhækkun. Og þá svona eftir á er mjög skemmtilegt að púsla saman þessum einkennum sem maðurinn hafði. Hann er búinn að vera og í rauninni einkenni sem hann hefur haft í langan tíma. Það er að segja hann er búinn að vera slappur lengi, orkulaus, lystarlaus, búinn að vera að léttast. Svo þessi lágþrýstingur hjá honum, það kemur fram í fyrri nótum að hann er búinn að hann sé kulvís og hann með minnkaðan hárvöxt á bringu og fótleggjum. Það hafði ekkert verið skrifað á æðasjúkdóm og svo er hann með gynekommastíu. Þannig að þetta passar allt saman frekar vel við þennan hormónaskort. Og það er gert svona synektin örvunarpróf sem þá gefið synthetískt ACTH og hann svarar því, hækkar í kortisol við það sem bendir þá til þess að vandamálið sé sentralt upp í heiladinglinum. Og við myndrannsóknir kemur líka í ljós að hann er með mjög rýran kirtilvef, það er svona empty cella. Þannig að maðurinn fær prednisolon, uppbóta meðferð með sterum og upp frá því þá hefur hann bara verið að hressast með hverjum deginum. Bara komin á ról, natrium er orðið eðlilegt, matarlystin orðið betri og hann útskrifaðist heim í gær. En við verðum náttúrulega áfram í sambandi við, höfum verið í sambandi við innkirtlalæknana og það stendur til að gera frekari mælingar og svo sem frekari rannsóknir og svo að taka þetta fyrir á svona sérstökum heiladingulsfundi. Það er sem sagt haldnir mánaðarlegir heiladingulsfundir á Landspítalanum. Þannig að við vitum meira eftir næsta fund.
En annars bara þakka þér kærlega fyrir mig. Já, takk fyrir Sólveig. Við fórum mikið. Takk fyrir að koma. Nú skiptum við yfir. Jæja, takk fyrir Sólveig, mjög skemmtilegt tilfelli. Og þá komið Runólfur Pálssyni sem ætlar að fjalla híponatremíu. Tæknimennirnir ætla að hjálpa okkur að skipta yfir hérna Runólfur. Runólfur, gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel. Já, takk ykkur fyrir. Já, bara ánægjulegt að vera með ykkur á þessum fundi. Sko íslenski titillinn er reyndar áskoranir í meðferð blóðnatríum lækkunar og ég nú verið mikill áhugamaður af varðveislu íslensku og sérstaklega í tengslum við okkar fag en því miður eru allar þessar skyggnur á ensku og ég biðst velvirðingar á því. Það er mikið fyrirtæki að fara að þýða þetta fyrir einn fyrirlestur. En þetta er viðfangsefni sem ég haft áhuga á lengi og er svona, hvað ég vil segja, er svona eitt af kjarna viðfangsefnum í nýrnalæknisfræði. Nú tilfellið áðan var mjög athyglisvert og held ég speglar bara mjög svona sterka stöðu lyflækninga verð ég að segja á sjúkrahúsinu á Akureyri því að þetta er bara mjög vel að sér vikið, þetta er ekki á hverjum degi sem að menn sjá svona tilfelli. En þekkingin við skulum bara kalla þetta híponatremíu, hentúra, hefur byggist að langmestu leyti bara á grunnlífeðlisfræði og náttúrulega mikilli framþróun á því sviði á undanförnum áratugum varðandi þekkingu en sem síðan á dýratilraunum, en það er ekki mikið af, og rauninni mjög lítið klíníska meðferðarprófanir í mönnum. En sko, það er mikilvægt að hafa hugfast strax í upphafi að híponatremía er röskun á vatnsjafnvægi. Það er eitthvað sem að vefst stundum fyrir læknum þegar þeir eru að fást við þetta vandamál, en þetta er sem sagt röskun á vatnsjafnvægi. Og jafnvægi vatns í líkamanum stýrir í raun styrk uppleystra efna í líkamsvökvanum. En við vitum það að vatn er 60% líkamsþyngd karla og 50–55% hjá konum og þar að vera 2/3 innan frumna og 1/3 utan frumuvökva í utanfrumuvökvahólfinu og osmólaþéttnin styrkur uppleystra efna er svo sama í öllum hólfum. Og það eru þá natríum sem er aðaljónin í utanfrumuvökva sem að ræður osmólaþéttninni þar og ásamt anjóninni, þess vegna er þetta að reikna osmólaþéttnina nánast með því að margfalda natríumstyrki með 2 og bæta svo við glúkósa og úrea sem hafa svo sem lítið framlag. Þannig að natríumstyrkurinn margfaldaði með 2 er rauninni hinn virki styrkur uppleystra efna og kallað tonicity á ensku af því að natríum er bundið við utanfrumuhólfið. Það er mikilvægt að hafa á takteinu hvernig líkaminn höndla vatn ef maður ætlar að fást við vandamáli svo híponatremíu í ýmsum myndum því að það geta verið margvíslegar og það er náttúrulega þannig að vatn síast auðvitað greiðlega í göklum og svona fram eftir svona píplukerfinu í nærpíplunni og niður í henlilykkjuna þá verður engin breyting á innihaldi vökvans vegna þess að jónir og vatn frásogast í jafnmiklu mæli. En svo kemur þessi hluti hérna í rísandi hluta henlilykkjunar og upp í fjærpípluna sem er kallaður þynningarhluti vegna þess að þar er gegndræpi fyrir jónum eins og þið sjáið, natríumklóríði og öðrum jónum, en það er ekkert gegndræpi fyrir vatni. Þetta setur svolítið sviðið fyrir stýringuna sem sagt á vatnsjafnvægi gegnum frásog vatns síðan í safnganginum hérna. Ef að við hyggjum skilja út þunnt þvag, skilja út mikið af vatni ef tilefni er til þess að þá er raun ekkert gegndræpi fyrir vatni í safnganginum en ef að við þurfum að varðveita vatn þá fyrir tilstöðuna vasopressis og þá opnast fyrir gegndræpi vatns hérna og vatn frásogast í gríðarlegum mæli vegna þess að það er hár styrkur hérna í nýrnamergnum, þannig að það verður bara osmótískur flutningur á vatni í rauninni. Og til þess að þetta geti gerst að þá þarf í rauninni styrkur uppleystra efna að vera mjög lágur hérna í safnganginum og þetta þynningarskrið skapar aðstæði fyrir það
til að sé gradient fyrir frás og vatns í nægum mæli. Nú, það búið að sýna fram á hvernig þetta fram á þau ferli sem á bakvið þessa virkni í prinsipalfrumunni í safnganginum og hvernig vasopressin hefur áhrif. Við höfum hérna basolateral himnunni, höfum við vasopressin viðtakan sem svona dæmigerður himnu viðtæki, G-prótein tengdur og fyrir tilstuðlan svona boðkerfa hér þá verður aukin myndun á CMP, virkjun af fosfókinasa A sem leiðir til þess að vatnsgöng, svokölluð aquaporin 2 sem eru hérna í vesikúlu í umfryminu, færast yfir í lúmenar frumu himnuna og skapa í rauninni flutning á vatni hérna inn í frumuna og síðan yfir í blóðrásina í gegnum aquaporin 3 og aquaporin 4 sem eru vatnsgöng sem eru tjáð stöðugt í basolateral himnunni. Þannig miðlar, og þarna þessi mikilvæga vatnsgöng aquaporin 2. Þannig þessu vatnsflutningi miðlað. Nú, vasopressin þá lykilhormónið sem að stjórnar þessu, myndað í kjörnum í hérna undirstúku heilans, supraoptik kjarna aðalega, paraventrikular kjarna og flyst niður í afturhluta heiladingulsins eins og við vitið og seitt þaðan. Nú, þessar frumur hérna í undirstúkunni, þær skynja aukinn styrk uppleystra efna og það sem sagt leiðir til aukinn sem sagt styrkur uppleystra efna eða aukinn osmólaþéttni og það stuðlar að vasopressin myndun og seytingu. Að sama skapi þá bælist vasopressin seytingin ef að styrkur uppleystra efna lækkaður. Og það eru sem sagt VAF2 viðtakar í nýrónum sem að miðla vatnsfrásogi þarna í prinsipalfrumunni. En hér líka mjög mikilvægt að hafa í huga að minnkað virkt blóðrúmmál, til dæmis þegar utanfrumuvökvarúmmáli skveppur saman eða ef að útfall hjartans er mikið minnkað, þá verður virkt blóðrúmmál sem flæðir til vefja minnkað og skynjast bara eins og það sé samdráttur á vökvarúmmáli. Ef að þetta nær ákveðnu marki þá örvar það líka vasopressinseytingu og minnkað og aukið rúmmál sem sagt bælir hana. Vasopressin nefnilega hefur líka áhrif á viðnám æða gegnum VAF1 viðtaka og veldur sem sagt æðaherpingu og við erum að nota vasopressin eins og við vitið við meðferð LOST, við meðferð lágþrýstings, þannig að það hefur þetta hlutverk líka. Og það vill þannig til að örvun á vasopressinseytingu fyrir tilstuðlan verulegrar minnkunar á virku blóðrúmmáli sterkari heldur en bælingin af völdum minnkaðrar osmólaþéttni. Og þess vegna höfum við þetta ástand hypovolemiska hyponatremíu oft á tíðum að þá vasopressinni seytt þó að natriumstyrkurinn sé lágur af því að þessi þáttur sterkari. Og það var sýnt fram á þetta með tilraunum í rottum fyrir hálfri öld og þar sjáið þið sko hér höfum við vasopressin í blóðvökva hérna á Upsilon-ásnum og höfum hérna hlutfallslega breytingu annars vegar í osmólastyrk hérna og svo hérna í rúmmáli utanfrumuvökva og það sem við sjáum að bara við mjög litla aukningu á osmólaþéttni þá fáum við vasopressinseytingu. Mjög næmt kerfi og þá byrja bara leið og osmólastyrkurinn hækkar lítillega með 1% eða innan við það þá byrjar hérna vasopressinseyting. Það meiri minnkun á virku blóðrúmmáli eða minnkun á rúmmáli utanfrumuvökva til þess að skapa þessa aukningu sem betur fer því annars værum við alltaf í vandræðum með hyponatremíu. Nú bara réttlega sýna ykkur við mælum rauninni ekki vasopressin í blóðvökva. Það var búist við fyrir mörgum árum að þetta gæti orðið gagnlegt próf fyrir ýmsar sakir, meðal annars í tengslum við mat á hyponatremíu. En það hefur ekki tekist að koma þessu í klíníska gagnsemi vegna þess að þetta er óstöðugt og þið sjáið að vasopressinstyrkurinn hérna, hann er mjög lágur, hann er í píkomólum í lítra. Hér sjáið þið osmólaþéttni þvags á Upsilon-ásnum og bara við örlitla aukningu á vasopressinni í blóðvökva þá fer osmólaþéttnin
í þvagi að aukast og nær svo hámarki hérna einhvers staðar í kringum nálægt 1000, stabilinn 800 til 1000. En það ekki, hámarki næst við svona styrk vasopressins sem nemur svona 3 til 4 píkomólum í lítra. Þannig að þetta er mjög lágur styrkur, en við notum hins vegar osmólaþéttni þvags sem mælikvarða á í rauninni vasopressiseytingu og við komumst nú ekki neðar heldur en í osmólastyrk heldur en svona 50 milliosmóli lítra, sem er mikilvægt að hafa í huga. Þannig að við notum mælingu á osmólaþéttni þvagi, en vissulega þurfum við að hafa í huga þegar við túlkum það að sé ekki einhver uppleyst efni í þvaginu eins og bara glúkósi sem myndi auka osmólaþéttni. Eitt í viðbót sem þarf að hafa í huga í sambandi við svona þessar lífeðlisfræði er að útskilnaður vatns nýru, hann er háður uppleystum efnum sem við skiljum út í þvagi. Af því við komumst ekki neðar en 50-60 í þynningu þvagsins, hvað osmólaþéttni snertir, sem endurspeglar þá styrk uppleystra efna, að þá verðum við að hafa uppleyst efni í þvaginu í nægu mæli til að geta skilið út vatn eða frítt vatn. Og við vitum það að heilbrigðir einstaklingar á venjulegu fæði, þeir að skilja út svona 500 til 1000 milliosmól af uppleystum efnum daglega, þessi í þvagi. En það gefur þá auga leið að ef fæðuinntaka er mjög lítil, þá lækkar og minnkar þetta framboð af uppleystum efnum sem getur skilja út í þvagi. Þannig að léleg fæðuinntaka á vannæringarástand hefur þá stuðlar að hýponatremi í rauninni og gerir hýponatremi verri á þeim sem að fá hann af öðrum sökum. Nú það hvaðan kom þessu uppleystu efni? Já, það er fyrst og fremst úrea, svona 2/3 kannski, sem er þá afsprengi eða svona loka afur próteinefnaskipta, og svo sölt, natrium og kalium og svo fjölmörg efni sem er í litlum styrk. Nú snúum okkur þá að hýponatremíu, það er algengt vandamál. Ofta skilgreint sem natriumstyrkur undir 135 eða 136, það er svolítið mismunandi. Algengt bæði innan sjúkrahúsa og utan sjúkrahúsa, og það hefur verið sýnt fram á að 15-30% af sjúklingum á sjúkrahúsi hafi hýponatremíu og kannski 2/3 með hýponatremíu við komu á spítala. Algengt á hjúkrunarheimilum og tengist líka aukinni dánartíðni. Þetta hefur verið rannsakað töluvert á liðnum árum, og hér til dæmis rannsókn sem birtist fyrir 2 áratugum, rúmum áratug að ég held, en var gerð fyrir 2 áratugum í Boston á 2 kennslusjúkrahúsum þar, og þetta var framskipt rannsókn á tæplega 100.000 einstaklingum sem lögðust inn á þessi sjúkrahús. Og það var könnuð þarna tíðni hýponatremíu en líka dánartíðni, og við höfum hérna natriumstyrk sem er eðlilegur, og hérna höfum við bara heildar dánartíðni með þessu einstaklinga, bæði á sjúkrahúsinu, 1 ár, 5 ár, og þetta voru náttúrulega eins og gefur að skilja þegar maður fjalla hýponatremíu, þá voru þetta eldri einstaklingar, ég held að meðalaldurinn hafi verið nálægt 70 árum. En það er strax við mjög væga hýponatremíu, þá þurfum við að sjá aukningu í dánartíðni, og hérna er þetta leiðrétt fyrir ýmsum þáttum öðrum, og við sjáum að þetta er marktækt bara þessi væga hýponatremía. En svo er líka athyglisvert að ef við förum, svo heldur þetta áfram að aukast lítillega, eða svona svipuðu bili kannski eftir því sem hýponatremía versnar. En þegar natriumstyrkurinn er 120, að vísu hópurinn þá náttúrulega frekar lítill, að þá tapast marktæknin, þá hverfur þessi marktækni. Og í rauninni, þessi rannsókn og fleiri hafa sýnt að hýponatremían er kannski sem slík ekki valdurinn að þessari auknu dánartíðni, heldur ýmsir undirliggjandi kvillar sem þessir einstaklingar hafa. Nú lítum aðeins á orsakir hýponatremíu. Hýponatremía stafar langoftast af skertum vatnsútskilnaði nýru, og við flokkum það síðan nánar eins og sést hérna. En svo er líka í sömu tilvikum að þá hefur þýðingu ýmist alfarið, sem er enda sjaldgæft, það er oftast líka einhver skerðing á vatnsútskilnaði, verulega aukin og jafnvel stjórnlaus vatnsinntak, og það þekkist vel í tengslu við sturlunarástand, að vatnsinntak getur verið mjög mikil, en það hefur svo komið í ljós að oftast er vatnsútskilnaði líka eitthvað skertur. Nú við getum skipt þá skertum vatnsútskilnaði
og flokka það upp eftir utanfrumvökva rúmmáli eins og var gert þarna í tilfellina sem að Sólveig lýsti. Og þar höfum við náttúrulega, ef að utanfrumvökva rúmmálið er minnkað, að þá leiðir þetta til vasopressins-seytingar eins og ég sýndi ykkur áðan, þannig það svo sem viðeigandi. Þetta gerist líka ef að í tengslum við kvilla sem hafi í för með sér ofgnótt og utanfrumvökva eins og hjartabilun og skorpulifur sem að líka leiða til vasopressins-seytingar. Og svo þetta eðlilega utanfrumvökva rúmmál þar sem að SCAD, sem Sólveig myndist á, það sem óviðeigandi vasopressins-seyting er algengast. Og þó ekki, vegna þess að þíazid þvagræsilyf í rauninni algengasta orsökin og falli í rauninni í þennan flokk þó þetta séu þvagræsilyf og þau myndu kannski gera ráð fyrir að þvagræsilyf leiðir til samdráttar á vökvarúmmáli. Og svo eru fátíðari orsakir eins og einmitt nýrnahettubilun, skjaldvakabrestur. Og ef við lítum aðeins á SCAD, að þá algengasta sjúkdómar í miðtaugakerfi sé að baki því. Og það getur verið slag, það getur verið fyrirferð í heila, það getur verið bólgusjúkdómar og svo framvegis. Krabbamenn líka, og sérstaklega til dæmis lungnakrabbamein, þar sem að smáfrumakrabbamein í lunga 15% af þeim sjúklingum hafa oft svæsna hyponatremíu og þetta krabbamein af neuroektodermu uppruna sem kannski skýrir það að það hefur tilhneigingu til þess að mynda ýmis hormón og þar meðal vasopressin. Nú svo eru lungnasjúkdómar, ýmis lyf og svo ýmsar orsakir sem eru svona ósértækar eins og ástand eftir skurðaðgerð, svæsin verkur, ógleði og það hefur verið sýnt fram að mikið álag og líka maður virðist geta leitt til ósértækar vasopressins-seytingar. Hérna sjáum við lista yfir helstu lyf og það eru lyfið þunglyndi og sérstaklega SSRI-lyf, geðrofslyf, karbamazepín, próteinpumpuhemlar sem dæmi. Þannig að það eru ýmis lyf sem geta gert þetta. Og varðandi nýrnahettubilun sem var fyrir hendi í tilfellinu áðan að þá getur hyponatremía sést bæði við frumkomna nýrnahettubilun en líka afleidd eða sekundari eins og var í tilfellinu hjá ykkur. En ef þetta er frumkomið þá fylgir hyperkalemía vegna þess að það vantar aldosterón líka. En í afleiddri það sem ræða heiladingursbilun að þá er hyperkalemía ekki samfara en það talið að þetta kortisol sem skortir að það hamli seytingu vasopressins og þegar kortisol vantar að þá verður óeðlileg vasopressins-seyting. Örstutt þíazid, ég nefndi áðan að margir líta svo á kannski aðal skýringin á því að þíazid er svo algeng orsök hyponatremíu sé það að þau leiða bara til samdráttar á vökvarúmmáli sem leiðir til vasopressins-seytingar og það kann að vera orsök að einhverju leyti. En aðalmálið er að þíazid blokkar natriumklóríðferju í þynningarhluta rísandi hluta hennilykkjunnar og í þærpíplunni gerir það verkum að þynningin sem á að eiga sér stað við höndun vatns að hún skerðist og þarna eru reyndar skilmerki fyrir greining á þíazid, á hyponatremíu sem er orsökuð af þíazidi. Þetta er flókið mál, það er búið að rannsaka þetta mikið alveg. Mér var svona sameinda líffræðilegan grunn og er greinilega mjög svona, hvað ég að segja, fjölþætt ferli sem er þarna baki og eins og sérst þarna, en ég ætla ekki að eyða tíma í það. Snúum okkur þá að klínísku myndinni. Klíníska myndin getur verið mjög mismunandi, það geta verið bráð og mjög alvarleg einkenni og teikn frá miðtaugakerfi og svo geta einkenni verið mjög lítil. Og þetta skiptir höfuðmáli vegna þess að við nýtum þessa klínísku mynd til þess að meta hvort að hyponatremían er bráð og krefst tafarlausa meðferðar eða hvort hún er langvinn. Því að við höfum ekkert annan natriumgildi til samanburðar í flestum tilvikum. Þannig við verðum að við reiðum okkur á klínísku myndina. Og bráð hyponatremía sem að myndast hratt yfirleitt innan sólarhrings veldur því að það myndast fjúgur í heilanum, þrýstingur innan kúpunar hækkar og þetta getur leitt til dauða með hauluna herníasjón á heilastofninn. Einkennin byrja gjarnan með höfuðverk og ógleði en síðan leiðir þetta gjarnan hratt til ruglástands og svo geta myndast flog, meðvitundarleysi. Þannig að þetta er lífshættulegt ástand sem að krefst tafarlausar meðferðar. Svo getur hyponatremía verið
þvert á móti með litlum einkennum. Það stundum talað einkennum þessu hyponatremíu sem nú sennilega ekki rétt að því að vel að gáð, þá oft væg einkenni og fyrir einhverja sakir að þá leita fólk stundum til læknis vegna þessa ástands, þó að séu lítil einkenni, en oft náttúrulega finnst hyponatremía fyrir tilviljun. Og það ýmis einkenni, getur verið höfuðverkur, svona óróleiki, vöðvakrampar, ógleði og slappleiki í þessu ástandi. Nú, byltur, til dæmis hjá öldruðu fólki, oft tengdar einmitt hyponatremíu og sömuleiðis einbeitingarskortur og annað þegar gáð að með nákvæmum prófum. Þarna hefur orðið aðlögun. Ástæðan fyrir því að einkennin ekki meiri að hyponatremía myndast á lengri tíma, oftast á meiri tíma en 48 klukkustundum, þannig að heilinn nær að aðlagast. Og þarna myndast hætta á ferðinni þegar að hyponatremían leiðrétt, því að ef það gert of kröftulega, þá getur það leitt til sköddunar heilans, svokallar afmýlingarskemmdar. Lítum aðeins á það. Hér höfum við bara eðlilegan heila með eðlilega osmólaþéttnis og hér myndast skyndilega mikil lækkun á osmólastyrk, hyponatremía. Þá flæðir vatn inn í heilann sem strax bregst við, eða frumurnar bregðast strax við, því að frumurnar starfa illa nema rúmmál þeirra sé innan eðlilegra marka. Ef það tútna út þá starfa frumurnar ekki vel og í tilviki heilans náttúrulega hætta á ferð því að heilinn getur lítið aukið rúmmál sitt. Heilinn getur ekki aukist á rúmmáli nema sem nemur svona 6-8% af uppalvu rúmmáli. Þannig að frumurnar bregðast við og losa sig við uppleyst efni og innan frumna náttúrulega kalíum og klóríð. Og svo það líka, og það gerir strax, en svo það líka ýmis lífræn efni, amínósýrur, meðal annars glútamat, sem reynda mikilvægt boðefni í heilanum. Og smám saman nær heilinn að lagfæra rúmmál sitt, en heilinn ekki eðlilegur, það vantar ýmis lífræn efni þarna í heilann, en rúmmálið og hættan gagnvart því að það verður heilaskemmdir af völdum aukins þrýstings innan kúpunar, að þær minnka eða hverfa. En þarna ef við hins vegar grípum inn í þegar þetta aðlögunar ástand er fyrir hendi, þá getur það leitt til svokallar osmósu afmýlingar sem skemmd í míelinslýrinu og það nefnilega þannig að taugafrumurnar í heilanum, þær verða ekki fyrir barðina á þessu aukna, vatnsflæði og rúmmálsaukningu vegna þess að háraðarnir í heilanum raunin ekki gegndræpar fyrir vatni. En það eru astrósítarnir sem raunar mynda míelín sem að hafa aquaporin vatnsgöng og það eru þessar frumur sem að þenjast út og það talið að sé þess vegna sem að verður þessi skemmd í míelinslýrinu. Hér sjáum við, þetta tilfelli sem þetta sneiðmyndir af sjúklingi sem var með bráða hyponatremíu, þetta 44 ára kona sem hljóp maraþonhlaup, var vel þjálfuð en hrundi niður í lok hlaupsins og kom í ljós að natríumstyrkur var 121 og þessar sneiðmyndir sýna að hér öll landamæri eða mörk í heilanum eða súlsi hafa ekki sýnilegir eins og hérna á myndinu af eðlugum heila og heilahólfin hafa lagst saman. Þannig að þetta bara endurspeglar hennan bjú sem sést í heilanum við hyponatremíu. Nú, ég nefndi maraþonhlaup. Bráð hyponatremía hefur nefnilega sést í auknum mæli að við höfum semst áttað okkur á því að hyponatremía getur verið vandamál í tengslu við svona extreme íþróttir eins og maraþonhlaup og það var gerð rannsókn sem sé á maraþonhlaupurinn í Boston marathoninu fyrir nokkrum árum, birtist í grein í New England Journal of Medicine og það kom semst í ljós að af 766 hlaupurum voru tæplega 500 sem gáfu blóðsýni og 13% voru með hyponatremíu. Og nú vægi í flestum tilvikum en 3 voru með krítíska hyponatremíu með natríumstyrk undir 120. Og það voru tengsl við hversu langan tíma tók að hlaupa hlaupið yfir 4 klukkustundir og líka ef að þyngdaraukning var mikil í hlaupinu. Hlaupunum var gjarnan ráðlegt að drekka mikið af vatni. Og þið sjáu hérna sambandið á milli þyngdaraukningar hérna í kílógrömmum og hættunar á hyponatremíu og sjáu hérna þessum þyngdaraukningin verður 3 til 5 kílógrömm.
Nú það náttúrulega ljóst að við þessa miklu áreinslu þá verður vasopressin losun, þannig að svo drekka hlaupararnir vatn og varðveita vatnið sem safnast fyrir. Hér hins vegar tilfelli af osmós- og afmylingaskemmd. Þetta kona sem við sáum hérna á Landspítala fyrir 2 áratugum eða svo. Og hún var með natríumstyrk 91. Gekk samt inn á bráðamóttökuna og gat tjáð sig ágætlega. Þetta var þíasíð sem var orsökin. Og það var leitast við, þetta var sem sagt langvinn hyponatremía með einkennum en svona fremur vægum með hversu natríumstyrkur var lágur. Það var reynt að leiðrétta natríumstyrkinn mjög hægt en á 3. degi þá stökk hann upp 13 millimól í lítra og nokkrum dögum síðar að þá fékk konan mikil einkenni, var svona óeðlileg í tali, mikil þvoglumæli og kyngingarerfiðleika, svona sýndar mænukylfulömun eða pseudobulbar palsy og hún var líka sýndi merki lömun í útlimum og var með svona stjarfa ferlömun eða spastic quadriparesis. Þetta var svona þessi klíníska mynd dæmigerð fyrir þetta osmós- og afmylingar heilkenni og hérna sjáið þið á segulómyndum, þá sjáið þið svona T2 signal hérna í pons og það voru líka breytingar í heilahvelunum. Það eru þekktir áhættuþættir, þetta er mjög fátítt. Þetta er fátítt en þess vegna er þetta svo snúið vegna þess að þetta getur skollið á þegar minnst varir og áhættuþættirnir sem hafa verið skilgreindir og þá ber náttúrulega að fara sérstaklega varlega þegar verið að leiðrétta hyponatremía, þeir eru fyrir hendi. En það er mjög lágur natríumstyrkur undir 105, hypokalemía, áfengissýki og vannæring, lifrarsjúkdómur og það hefur komið í ljós og dýratilraunir hafa sýnt að ef natríumstyrkurinn er leiðréttur meira en 12 á sólarhring, meira en 18 á 48 klukkustundum, þegar langvinna hyponatremíu er að ræða þá eykst hættan á þessu osmós- og afmylingar heilkenni. Þetta er svona, það byrjar oft bati hjá einstaklingi sem kemur inn með hyponatremíu við leiðréttinguna en síðan eftir 2-6 daga þá koma fram þessi einkenni sem ég lýsti. Nú, þessi mynd hérna er úr rannsókn sem var gerð fyrir nokkrum árum, fyrir 2 áratugum rúmum, í Bandaríkjunum þar sem var safnað saman tilfellum af mjög svæsinni hyponatremíu, natríumstyrkur undir 105, frá nýrnalæknum hér og þar í landinu og þeim var skipt í bráða og langvinna hyponatremíu. Þetta voru ekki nema 56 tilfelli mann rétt sem að fundust, sem nýrnalæknar sendu inn og það var skoðað hvernig leiðréttingunni hefði verið háttað og ef við tökum fyrst þessi langvinnu tilfelli að svarti hlutin af súlunum hérna og sem er þá eingöngu hérna í bráða hlutanum, það voru engir fylgikvillar af leiðréttingunni. En sjúklingarnir voru tiltölulega fáir, þá voru hérna reyndar 15 sem að fengu mjög hraða leiðréttingu við bráðri hyponatremíu, en það voru engir fylgikvillar. En lítum hérna á langvinnahópinn, þetta voru 38 af þessum 56 einstaklingum og þaraf voru 12 sem að fengu bara hægfara leiðréttingu innan þeirra marka sem við viljum og það fekk engin fylgikvilla. En því miður að þá var þarna rúmlega 25 einstaklingar sem fengu hraða leiðréttingu og meirihluti þeirra fékk fylgikvilla sem að voru sem sagt heilaskemmdir. Ýmis sem gengu tilbaka eða því miður voru varanlegar hérna hjá hluta hópsins. Þannig að það skipti alltaf fara varlega þegar að er að ræða hyponatremíu sem er þetta svæsin. Þetta hefur haft það í för með sér að það hefur verið talað að hyponatremía geti verið mjög erfið viðureignar. Því að ef það þarf að bregðast hratt við ef hún er bráð, hún getur verið lífshættuleg en svo getur við skadað sjúklinginn ef við förum á geyst. Og hérna eru hérna svona yfirlýsingar sem að þekktir vísindamenn á þessu sviði hafa gefið varðandi meðferð hyponatremíu. Hún er treating hyponatremia damned if you do, damned if you don't, Thomas Bell. Hyponatremia places the treating physician between a rock and a hard place. Þannig að það er Richard Stearns. En við höfum að hafa í huga að þessi osmós- og afmylingaskemmd er mjög fátíð en hún er hrikaleg þegar hún á sér stað. Þá komum við að meðferð og það hafa verið gefnar út klínískar leiðbeiningar sem að byggja á fyrst og fremst bara reynslu dýratilraunum og lífeðlisfræðilegu þekkingu og það voru sem samtök nýrnalækna, innkirtlalækna og gjörgæslulækna sem stóðu saman að þessu árið 2014
Þeir flokka hýponatremíu eins og sést hérna í væga þegar natríumstyrkurinn 130 til 135, miðlungssvæsna þegar hann er 125 til 129 og reyndar svæsna þegar hann er undir 125. En áður hefur verið miðað við lægri gildi þegar talað um svæsna hýponatremíu undir 120 eða svo. Byrjum aðeins á greiningu hýponatremíu. Það eru mjög ákveðnar leiðbeiningar þar Þá byrjum við á því að vera vissum að þetta sé raunveruleg hýponatremía, sé ekki til dæmis hár blóðsykur sem að veldur því að dregur til sín vatn og veldur því að natríumstyrkurinn lækkar þó að í eðli sínu sé ekki raunveruleg hýponatremía fyrir hendi og þess að raunveruleg lækkun fyrirgefið á osmólastyrk fyrir hendi. Osmólastyrkurinn er eðlilegur samt sem áður. Það er nefnilega þannig að fyrir hver svona 5,6 millimól sem að blóðsykurinn er hækkaður, þá lækkar natríumstyrkurinn, mældur natríumstyrkur, það er að segja svona 1,7 millimól í lítra. Við þurfum að vera viss þetta. Síðan könnum við hvort að bráð einkenni séu fyrir hendi. Ef það þá bara þurfum við strax í að meðhöndla. Ef ekki, þá könnum við osmólaþekni þvags. Ef hún er minni en 100, þá bendir það til þess að mjög óhófleg vatnsinntak eigi stóran hluta máli eða léleg næringarinntak eins og ég lýsti áðan að hefur áhrif. Ef að hins vegar osmólastyrkurinn er yfir 100 í þvagi, þá bendir það til þess að þessi óeðlileg vasopressum-seyting þessum tilvikum. Þá könnum við styrk natríum í þvagi. Ef hann er lágur undir 30, þá gefur það til kynna að virkt blóðrúmmál sé minnkað og þá, eins og Sólveig benti réttilega á, við metum alltaf vökvarúmmál og ef það er aukið og við erum með lága natríumstyrka, þá náttúrulega gefur þetta til kynna kvilla eins og hjartabilun, skorpulifur, nýrungaheilkenni, við þurfum að hyggja því, það sem er ofgnótt af og venjulegur þeir einstaklingar með bjú. En svo getur líka verið samdráttur á vökvarúmmáli vegna niðurgangs, uppkastar sér vökvataps. Ef að natríumstyrkurinn er hærri en 30, þá könnum við í fyrsta leikur að viðkomandi sé að taka þvagræsilyf sem gæti á leitt til samdráttur á vökvarúmmáli vegna salttaps nýru eða vegna nýrnasjúkdóms. Ef ekki, þá þarna að ræða langoftast SCAD. Langoftast. Svo getur þetta líka verið frumkomin nýrnahættuskerðing, þar sem er natríumtap nýru og fleiri kvillar sem ég ætti ekki að fara út í, en langoftast þetta hérna SCAD. En það líka þessi afleita nýrnahættubilun sem var fyrir hendi í tilfellinu sem Sólveig lýsti, sömuleiðis skjaldbakabrestur. Þarna er vökvarúmmálið eðlilegt, en þetta er rauninni ekki SCAD. Þá þarf að kanna þessa kvilla eins og réttilega var gert í eitthvað tilfelli. Hér eru bara skilmerki fyrir SCAD. Það sem sagt lækkuð osmólaþekni í blóðvökva, aukin yfir 100 í þvagi, eðlilegt vökvarúmmál, natríumstyrkur yfir 30 á eðlilegu fæði, svona venjulegu fæði og það þarf að útiloka nýrnahettu, skjaldkirtils og heiladingul svanstarfsemi og viðkomandi ekki á þvagræsilyfi. Nú meðferðin, þá snúum við okkur aðeins bara fyrst meðferð bráðrar hýponatremíu, leiðbeiningarnar að þær mæla með því að gefa strax 150 millilítra 3% saltlaust á 20 mínútum. Síðan þetta endurtekið 20 mínútur síðar og dregið blóðsýni til að mæla natríumstyrkinn. Og ef á þarf að halda, þá er gefinn einn skammtur í viðbót. Þannig að það er allavega gefnir 300 millilítra strax í upphafi og það hefur verið sýnt fram á það að hjá fullorðnu fólki að þá dugar þetta magn til að hækka natríumstyrkinn svona 4, 5, 6 millimól í lítra og það er það sem við stefnum að. Leið og natríumstyrkurinn hækkar, þá fer vatn að færast út úr frumunum. Bara strax þegar hann hækkar 1 millimól í lítra. Það þarf ekki meira til þess að lagfæra ástandi þannig að viðkomandi er ekki lengur í lífshættu. En við viljum nefnilega síðan eftir þetta fara varlega og hækka ekki meira en svona 10 millimól í lítra á fyrsta sólarhringnum og önnur 8 til viðbótar á næsta sólarhring. Ástæðan er sú að stundum er bráð hýponatremía ofan á langbina, þannig að það er aðlögunar ástand í heilanum, þannig að við lagfærum bráðaþáttinn en förum svo varlega gagnvart þeim langbina. Það er þetta að reikna út hversu mikið þarf að gefa af saltlaust til þess að hækka natríumstyrkinn þetta sem ég nefndi 4 til 6 millimól í lítra með svokallari aðdróg
Matthías jöfnu eða formúlu, þetta eru nýrnalæknar sem komið með hana. Og þið sjáu hérna að hlutfallið á milli í raun og veru mælds natríumstyrks þegar búið að leiðrétta og því sem búist við þá að vera 1 ef að jafnan rétt, en raunar að þá ofmetur jafnan það sem þarf að gefa í flestum tilvikum, að þarf að hafa það í huga. Þetta var tekið alltaf inn í myndina í þessum klínísku leiðbeiningum. Nú varðandi langvinna hýponatremíu án teljandi einkenna, þá þarf að fara bara mjög varlega. Og meðferðin beinist líka að undirliggjandi orsök, ef það er lyf eins og þíazíð, SSRI-lyf og svoleiðis, þá þarf að stoppa þau. Og svo eins og áður að þá er ekki mælt með því að hækka meira en 10 millimól í lítra fyrsta sólarhringinn og 8 millimól á sólarhring eftir það. Og mín svona reynsla, hún hefur gert það í för með sér að ég vil fara ennþá hægar, vegna þess að það hefur verið lýst tilfellum þar sem að jafnvel farið hægar en þetta, og samt sem áður myndast osmósu afmýlingarskemmd, en líka hitt að það er verið að dansa á mörkunum, að þá er náttúrulega eykst hættan á þessi skotið yfir markið. Þannig þess vegna er markmiðin sem er best að setja sér ágætt að hafa þess lægri. Og þarna hefur vökvatakmörkun verið svona grundvöllur meðferðar, en hún virkast því miður ekki vel og stundum ekki neitt, og við þurfum að hafa það í huga. Þannig að það hefur verið brugðið á það ráð að gefa natríumklóríð munn og líkjuð þvagræðislyf eða fúrosemíð í lágum skammti, vegna þess að það er svona kröftugt þvagræðislyf, vegna þess að fúrosemíð öfugt við þíazíð eykur útskilnaðinn á fríu vatni. Þannig að með því að gefa salt og gefa fúrosemíð þá komum við í veg fyrir að vökvarúmmálið minnki, en útskilnaðurinn á fríu vatni eykst. Svo hefur verið notast við úri og ég kem aðeins að því. Belgar hafa gert það undanfarin 40 ár með mjög góðum árangri, en aðrir einhvern veginn ekki hugnast þessi meðferð, en það er að breytast. Og svo koma þessi lyf sem var lengi beðið eftir, einfaldlega lyf sem blokka vasopressin viðtakan, VAF2 viðtakan. Ég ætla aðeins að koma inn á það, en það er athyglisvert að í þessum leiðbeiningum að þá er mælt gegn því að nota slík lyf, eins og kemur fram hérna neðst. Varðandi takmörkun á vökvaintöku, að þá er ágætt að meta líkurnar á því að þessi verði svörum við henni með því að mæla katjónir í þvagi og svo natríumstyrkin í blóði og taka hlutfallið þarna á milli. Natríum og svo kalíum. Kalíum er yfirleitt í umtalsverðum styrk í þvagi, þannig að þetta eru svona helstu katjónirnar þar. Þetta katjóna hlutfall, ef það er hærri en 1, þá er engin útskilnaður á fríu vatni, þannig að vökvatakmörkun kemur ekki að gagni. Sömuleiðis náttúrulega ef osmólastyrkurinn er mjög hár, eins og það er í tilfellinu sem að Sólveig lýsti, ef hann er yfir 500 þá er ólíklegt að vökvatakmörkun koma að gagni því það er bara engin útskilnaður á fríu vatni. En ef katjóna hlutfallið milli 0,5 til 1, þá þarf að beita mjög kröftugur í vökvatakmörkun, hún skilar árangri. Ef hann er 0,5 eða minni, þá hefur vökvatakmörkun þýðingu og þá er þetta miðað við minna lítra á dag. Aðeins úrea sem að belgar hafa kynnt til sögunar ítrekað undanförnum áratugum, þar sem að árangurinn hefur eins góðu bæði við meðferð bráðrar og langvinnar hýponatremíu. Það er að gefa úrea bæði í æð og það er að leysa þetta duft sem þetta er að leysa upp í vatni og gefa með bragðbætandi efnum. Og hér er til dæmis rannsókn sem var gerð á Ítalíu á sjúklingum með krabbamein, þetta verið 36 sjúklingar með krabbamein sem voru með hýponatremíu fengu úrea. Og þið sjáu hérna, og það er mjög erfitt að eiga við einstaklingum með lungnakrabbamein og SCID, að ef það er ekki að hafa áhrif á krabbameinið og minnka æxlisvöxtinn eða æxlisvefinn, þá því miður að þá sitjum við uppi með þessa vasopressinseytingu og afleiðingarnar af því sem gerir að verkum að viðkomandi geta varla drukkið vökva í neinum mæli. Þið sjáu hérna eftir 14 daga, 30 daga og 60 daga að þá fer natríumstyrkurinn, þetta er hlutfall þeirra sem voru komin með eðlilega natríumstyrk og þannig að þetta virkar mjög vel, strax eftir 14 daga, yfir 50%, yfir 80% eftir 30 daga og síðan langt flestir eftir 60 daga. Og það var enginn sem fékk fylgikvilla eins og osmósu afmylingaskemmd. Vasopressin
viðtakablokkar, svo kallar VAPTUN, voru kynnt til sögunar fyrir svona 15 árum og það var meðferðarprófun í rauninni sem að birtist í New England Journal of Medicine. Það voru 2 rannsóknir, SALT 1 og SALT 2, sem voru gerðar alveg eins, bara rannsóknin endurtekin á sama máta. Og til að gera langa sögu stutt, ég ætla ekki að eyða tíma í þetta, þá var einstaklingunum fylgt eftir í 30 daga og natríumstyrkurinn hækkaði hjá þeim öllum nánast og komst í eðlilegt horf hjá þorra sjúklinga. Það voru ekki nema örfáir einstaklingar, 4 einstaklingar sem fengu allt of hraða leiðréttingu. En reynslan hefur ekki verið góð þrátt fyrir þetta. Þetta lofaði góð en reynslan ekki verið góð. Þetta mjög dýr lyf. Hér er grein frá Bretlandi frá fyrir nokkrum árum, þar sem við söfnuðu saman sjúklingu sem hefði fengið meðferð með 12-aptan, sem er lyf í töfluformi, vasopressin viðtakablokki, og þeir greindu frá 61 einstakling sem að fengu þessa meðferð, og þetta er bara fyrsti sólarhring, hækkun natríumstyrks á fyrsta sólarhring í millimólum í lítra, sem hlutfall af sjúklingum, en þið sjáu það að hér eru umtalsvert hlutfall sem að hækkar of mikið, 11 til 12, meir en 12 á sólarhring við þetta lyf. Þannig að það er annars vegar vegna þess að það er erfitt að ráða í hversu mikil hækkun verður á natríumstyrknum, og svo hefur borið á eiturvirkni á lifur, gerir það verkum að það er ekki mælt með því að nota þessi lyf. Nú, hypovolemisk hyponatremía, það er það sem kannski við sjáum oft hjá einstaklingu sem eru með uppköst eða niðurgang og eru að drekka vatn og koma inn með minnkun á vökvarúmmáli en líka hyponatremíu. Nú, ef að það er umtalsverð hypovolemía, lágur blóðþrýstingur sérstaklega, þá náttúrulega þurfum við að leiðrétta vökvarúmmáli og gefum saltlaust. En við þurfum að fara varlega vegna þess að þegar að hvatinn á vasopressin seytingu er horfinn, þegar við erum búin að laga vökvarúmmálið og taka í burtu þann þátt sem að örva vasopressin seytingu, þá getur alveg byrja stjórnlaus útskilnaður á vatni. Og þess vegna er að fylgjast með þágútskilnaði á þessum einstaklingum, og leið og við sjáum aukningu á þágútskilnaði, þá fer viðkomandi að skilja út vatn sem hefur safnast fyrir. Þá er komin þessi hætta á því að við leiðréttum á hratt. Og þannig að við þurfum að fylgjast með þessu og auk þess að mæla natríumstyrkinn þétt. En í SEAD þá hefur ísótónið saltvatn enga þýðingu og hefur ekki gagnsemi, og reyndar getur natríumstyrkurinn lækkað vegna þess að einstaklingurinn er í rauninni í natríumjafnvægi, hann skortir ekki natríum, skilur þess vegna út þetta natríum sem að fær með saltlausninni en varðveiti vatnið. Nú, ef að leiðréttingin verður of hröð, því miður að þá gerist það stundum að við þrátt fyrir að beitt sér mikilli varúð, að þá verður leiðréttingin einfaldlega of hröð, að þá er þetta að bregðast við því með því að gefa ýmist vatn í æð, bara glúkósalausn í æð, og það er líka hægt að gefa desmopressin sem er vasopressin agonisti, að gefa það í æð eða undir húð. Þá er komið að lokum og svona lykil skilaboð, lykil atriði sem er rétt að hafa í farteskinu, er í fyrsta lagi, og ég held að það sé kannski númer 1 þegar verið er að fást við þetta vandamál, að hafa alltaf í huga að þetta er röskun á vatnsjafnvægi, það er uppsöfnun á vatni, langoftast vegna skerðingar á vatnsútskilnaði nýru, og hyponatremía hvort sem hún er væg, bráð eða langvinn, henni fylgir aukin dánartíðni en líka hætta á fylgikvillum ef hún er leiðrétt og hratt. Þess vegna þarf mjög nákvæma meðferð og það þarf mjög náið eftirlit með klínísku ástandi og það er mat á undirliggjandi orsök. Ef að einkennin eru alvarleg, þá þarf mjög skjótt viðbragð sem að brugðist við með því að leiðrétta natríumstyrkinn hratt með 3% saltvatni. En ef að einkenni eru ekki alvarleg, þá ber alltaf að fara varlega og leiðrétta natríumstyrkinn hægt. Takk fyrir. Já, takk kærlega fyrir Runólfur og takk kærlega fyrir Sólveig. Við erum hérna nokkur í salnum, aðeins að laumast, það eru ekki allir á netinu, eru spurningar við byrjum á salnum, eru spurningar úr sal. Þannig að hvernig tekið svo hérna spurningar. Meðan þau eru að hugsa um, 3% saltlag, Guðjón, fyrir ekki það, Guðjón.
Guðjón, Helgi Guðjón spyr, úrræðalausnin, hún aðgeng hér á landi? Mjög góð spurning, ég hef átt að nefna þetta. Ég er búinn að vera að vinna að því að fá þessa lausn, fá þetta lyf undanfarin ár. Það er sem búið að þróa þetta sem lyf. Þetta er nefnilega ekki bragðgott, þetta er tekið inn munn og þannig að það er búið til svona, hvað við segja, vökvi sem er bragðbetri og það er að vinna í því núna. Það hefur gengið frekar hægt og þetta er dálítið dýrt og þetta sé mjög einfalt efni. Þetta er eins og þetta kannski endurspeglar vandann sem við eigum að stríða varðandi lyfjaiðnaðinn að því að núna alltaf hefur þetta öðlast sess og þá er kostnaðurinn töluverður. En við erum að reyna að útvega þetta á Landspítalann og þetta er bara, þið getið kynnt ykkur þetta, sko Bandaríkjamenn voru mjög lengi að taka við sér og mikið af okkar litteratúr kemur þaðan. Þannig að, en núna eru þeir farnir að mæla með þessu. Þannig er byggt inn í okkur þessi hætta á að yfirleiðrétta, að leiðrétta of hratt. Eins og þú segir, þessi fylgikvillar, ég hef bara séð það einu svona tvisvar, eru skelfilegir. Það er samt mælt með því ef maður er með mikil einkenni, eins og var þarna, sko, hvort sem er langvarandi eða stuttvarandi tap, eða tap á löngum eða stuttum tíma, ef einkennin eru alvarleg, þá á maður samt að leiðrétta þetta hratt Alltaf hratt ef það eru alvarleg einkenni frá miðtaugakerfi, þá alltaf hratt, en bara upp að þessu marki. Setja bara þakið við 5 millimól í lítra. Þannig að við gefum sko 3% saltlausna tvisvar, fyrst bara á örfáum mínútum og svo aftur eftir 20 mínútur og mælum þá og tökum þá afstöðu til málsins eftir það. Hvort við gefum 1 skammt í viðbót eða ekki meir og leiðréttum bara hægt eftir það. Það sem að sko spysaður ekki veit, mér hefur ekki verið sérstaklega létt að finna 3% saltlausn í þessu húsi. Hvað segir þið félagið minni hérna í salnum? Eigið þið 3% saltlausn í bókum á Landspítalanum? Eða er það? Þið þurfið að eiga þetta, ég meina þetta er alltaf til hér og við notum þetta tölum. Okkur er gengið illa að finna þetta hér. Sko, það er eitt sem ég tekið eftir sko, sem hjartalæknir, bæði meðhöndlandi hjartabilun og blóðþrýsting með hyponatremíuna, að þarna sérstaklega ef maður er með fólk á sambland af ACE og ARB og bætir spironolaktóni oná, sem við gerum nú oft. Ég hef á tilfinningunni að hjá einstaka sjúklingum að sambland af spironolaktóni og hydroklórtíðsýði geti verið mjög afdrifaríkt í að lækka natrium. Er það eitthvað sem þú kannast við? Já, þetta er mjög góð spurning, Gunnar. Sko málið það í fyrsta lagi, ég nefndi hann svo sem ekki, en náttúrulega hyponatremía er til miður slæmur fótsporþáttur hjá sjúklingum með hjartabilun og endurspegla bara í rauninni ástand hjartabilunarinnar eða stöðu hjartabilunarinnar. En við höfum verið að skoða þetta meðans hér og fleiri þátt lyfja. Það eru svona vísbendingar að þessi lyf geti, þó þau séu ekki á listanum, þessum hefðbundna lista sem ég sýndi ykkur yfir svona helstu lyf, þá eru vísbendingar að þessi lyf geti stuðlað að hyponatremíu. Bæði A2 blokkar og jafnvel líka aldosterón blokkar. Ok, má ég spyrja kalium að lokum? Í hjartabransanum, ég var nú að tala við AstraZeneca í hjartabransanum, höfum við bara því miður seponerað raslyfjum og fólk verið hyperkalemist. Við höfum ekki verið að nota resonium daglega. Nú er ég að reyna að hafa því samband við nú er mikið talað með okkar bransa, meðhöndla hyperkalemíu með lyfjum með erfiðum nöfnum, með innihaldsefnum, bæði Lokelma og Viltassa. Ég er að reyna að fá Lokelma til landsins. Hefur þú einhverja reynslu af þessum nýju hyperkalemíu lyfjum, þó að þetta sé utan efni dagsins? Nei, þetta er bara líka ágætis spurning. Sko, málið er það að við erum líka að útvega þessi lyf, þetta er dýrlyf. Sko, við erum alltaf ástæðan fyrir því að vera að mæla með þessum lyfjum sem betur ber hafa komið á markað því við höfum þurft betri lyf í hyperkalemíu, er að resonium, þetta jónskipta resin sem við höfum notað, að það hafa verið fylgikvillar sem hefur verið lýst, alvarlegir fylgikvillar frá meltingarvegi, jafnvel drepigögn og svoleiðis,
sem gerir það að verkum að við höfum ekkert séð það hér, ég hef aldrei séð það, en það er nægilega mikið af tilfellum sem hefur verið lýst og svo eru stærri rannsóknir sem hafa sýnt aukna áhættu á þessu. Þannig að þessi lyf hafa verið þróuð, en þetta er bara sama og ég meina, sko, maður spyr sig nú stundum, sko, þú ert að lýsa með þessu, að áhrifin af þessum rasblokkum hjá sjúklingum í hjartabilun, að þau séu svo mikil til þess að bæta hag og lifun þessara sjúklinga að við bara sættum okkur við hyperkalemíun og meðhöndlum hana og bara við meðhöndlum alla fylgikvilla og til þess að geta haldið þessari mikilvægu meðferð áfram. Þetta snýst þetta, en ég meina, sko, við nýtum okkur náttúrulega klíníska meðferðarprófanir þar sem sýnt fram ávinninga þessum lyfjum og svo framvegis, en sko endanum að þá erum við komin að sér langt, sko í raunveruleikanum komin að sér langt frá einstökum meðferðarprófunum klínískum meðferðarprófunum sem við nýtum okkur, skiljið hvað ég meina, það sem að við, þannig að þetta svona, ég held að þetta verði spurningar í framtíðinni þegar við förum að nýta þessi úrræði sem við höfum, mér að hversu langt getum við gengið í svona raunveruleikanum sko til þess að mæta ýmsum svona þáttum og óhagstæðum þáttum lyfja, en samt haft netto ávinning, skiljið. Já, heyrðu, þá bara Runólfur, takk kærlega fyrir, mjög skemmtilegt og gott og Sólveig, takk kærlega fyrir. Við höfum heilsast.